Já, góðan daginn. Í dag ætlum við að fara yfir Albin Counter Gambit sem hefst svona D4, D5, C4, E5. Það kannast eflaust margir við þennan Gambit. Nú D-drepur E5 er best og D4 er sem sagt mainline. En það er svona þetta gamla trikku auðvitað í þessari línu sko. Þessi riddara eitthvað svona, en við erum nú ekki að fara að skoða það. Gallinn við D4 er að hvítur á ágætis leiðir að fá hans betri stöðu. Riddari F3 og G3 er mjög solid leið. En skákmenn eru svolítið að stunda það í dag að kannski leika þriðja besta leiknum í tölvunni, skoða gamla varianta og prófa eitthvað nýtt. Og Magnús Carlsen og Daniel Dubov hafa verið að tefla riddari E7 í styttri tímamörkum. Carlsen í hraðskákum á netinu og Dubov hefur telt þetta í atskákum móti Sam Shankland. Sem sagt, ég ætla að taka fyrir riddari E7 í dag og þetta er nú kannski aðalega að hugsa fyrir svona hraðskákir og atskákir, en kannski að megi alveg beita svo líka í langri skák, en ég ætla kannski ekki að mæla eitthvað sérstaklega með því, en fyrir skapandi skákmenn þá er allt í lagi að prófa það. Já, það er náttúrulega riddari E7. Þá voru 3 leikir og segjum riddari F3, riddari B6. Þetta er eins og oft í gambitum, þá svartur að fórna peði fyrir liðskipan og já, það er hans tromp og hvítur þarf að ákveða sig hvort hann reyna að hanga peðinu eða gefa þetta tilbaka á einhverjum tímapunkti. Segjum E3 hérna, þá geti þetta svona biskup G4. Já, hérna er einhver skák sem teltist í þessu og A3. B4 er nátt viðkvæmur í svona stöðum. Það er bara að sýna hvernig þessi skák fór hérna. Já, jafnt á liði og veikleiki hérna B3. Og þessi stað er nú líklega bara í upp, sýnist mér. Ég held ég svona bara að sýna hvernig það getur telst stutt. Já, og þetta er í jafnvægi, sýnist mér. Skulum baka. Annar leikur hérna væri biskup E6 sem hefur telst. Drottningdrepur. Þetta er svona svartu vill blanda einhverjum galli á B4, riddara D til B4 til dæmis og langrókira. Þannig að A3 er líklega góð leikur. Biskup D2, biskup G4. Hérna er einhver önnur hraðskák. Já, og svartur jafnaði sem sagt algjörlega tablið hérna. Þannig að E3 virðist ekkert vera að gera neitt fyrir hvítan hérna. Já, E3 gefur sem sagt ekki neitt hérna. Segjum riddari BT2.
þá geta það telt svona, tekið E3, rittari G6. Nú ef hann dreipur á C4 þá skiptist hérna upp og svarturum betra í þessu, biskupar og engin vandamál í stöðunni, getur leikið F6 næst og svo bara að þróa lið. Þannig að C-dreipur D5 er svona meira áskorun fyrir svartan hérna held ég. Og segjum A3. Já, þá er það bæði biskup G4 eða biskup E6 sem koma til greina. Segjum biskup E6 þá getur það telt svona, rittari B4. Já, og ef svartur myndi fá allan tíma í heiminum þá myndi það vilja leika H6 G5 biskup G7 gruna mig. En það getur allt í lagi að hafa biskupin á E7 líka. Og svartur verið að hafa svolítið hraðar hendur. Önnur hugmyndi er laungkrókun rittari D7 og reyna að herja á E5-pið og ef biskupin fyrir F4 og valdar það þá getur rittarinn fyrir á C5. Hótar þá E4, B3 og rittarinn líka veikur. En eins og ég segi, þetta eru bara svona hugmyndir. Ég veit svo mikið alveg hvernig það stendur hérna. Svona laungkrókun verið í andastöðunar en eitthvað svona. Svartur biskupana, hvítur beðin yfir. Þetta er auðvitað aldrei shaky. Biskup G4 annar leikur. Já, rittari B6 geti líka komið til greina hérna. Við höfum til að fara með hann á D7 næst. Rittari E7 hefur telst í einhverju hraðskák. Já, kannski var betra jafnvel að leika rittari G6 hérna. Mig gruna það. Og taka með rittaranum á G5 og E5. Og staðan er mjög nálægt í að vera jöfn, sko, sýnist mér. Allavega að segja 12 á það. En við skulum baka. Já. Við vorum að skoða sem sagt rittari F3. Annar leikur er hérna C-dreipur D5. Þá er drottning dreipur D5 best, rittari dreipur D5 er ekki gott. Þá verður hvítur að finna A3, það er eini leikurinn sem gefur honum betri stöðu. Og trikkið er ef hann leikur biskup F5 núna svartur sem lítur mjög vel út, þá hvítur E4 og næri biskupin. Þannig að drottning dreipur D5. Segjum biskup D2. Þá er sjálfsög ekkert að því að dreipa bara á E5, tæplega svona. Hér er leikur bara rólega. Ég sé ekki svartur sem er negin vandamál í þessu, þetta var svona drauma scenario, biskup E6, laungkrókun og svartur með mjög virkastöðu. Hugsanlega betri stöðu. Nú er þetta C3 annar leikur, getur þetta svona. Drottning B3, A6. Það má ekki dreipa á B7, kemur húkur A7, drottningin af, það væri nú frekar neðalegt.
já, þessi staða er bara jöfn sko. Skulum baka. Já, en það hefur telst í skák að leika riddari C6, en það er ekkert að þetta drepa á F5 eins og ég sýndi. Riddari C6 teldist. Það var tölvufóriti mjög hrifinn eða leika F4 þó að hann virki mjög ljótur fyrir svona mannsaugað. Og já, alltaf tölvan hefur nú yfirleitt rétt fyrir sér, þannig að kannski best bara að drepa á E5 og eins og ég sýndi á hann. Já, drottning drepa D5, riddari drepa D5, þá er A3 alltaf bestur. En það er ekki víst að það sé auðvelt að finna þennan leik ef maður færi þetta á sig í fyrsta sinn. Til dæmis biskup D2, það myndi tefla svona, riddari C6 og þá er B4 leikur, B4 reytur nátt viðkvæmur sko. Hérna er einhver skák þar sem svartu fekk bara betra á byrjunni. Þetta eru allt hraðskákir sko. Þá sjáum við, þetta er svona easy game fyrir svartan. Bara aðeins að rúla yfir þetta hvernig það fór. Já, hérna er svartur átt að leika hrókur eftir í 8 og með aðeins betri stuðu. Biskupana á peða meira hluta þarna á drottningaeng. Já, þetta er sniðut. Það baka. Riddari F3 er annar leikur. Gæti til svona. A6, E3, B5. Svartur með mjög góðan counter hérna. Biskup E6 er að koma, það er veikleiki á A2. Og riddarinn A3 áeilinga reyti sko. Þetta er betri stað á svartliði mér að fullera. Þannig að það geta verið svona svolítið tricky að mæta þessu ef maður veit ekki hvernig best að svara þessu á hvítan, sérstaklega að færi þetta óvænt upp í skák. Jafnvel í langri skák sko. Já, biskup D2, já. Hérna er ykkur skák sem telti svona. Og hér var líka þetta skák á E6. Staðan er bara í jafnvægi. Kannski aðeins betur og hvítur en þessi stað. Drottning H5 teltist. Já, þetta var einhver bullet skák hjá Carlsen en það er svona svartu var ekki minn vandræði hér sko. Já, þannig að riddari E7 það er svona áhugaveruleikur og að gera að prófa þetta í hraðskákum allavega fyrst áður en menn taka ákvörðun hvort þeir trissir að tefla til langri skák. En ég hugsa á næstunni þá mun ég fara yfir svona dálítið svona eins gambíta og svona eitthvað sérstakar leiki sko. Og þetta er svona hluti af því. Já, ég vona að þið hafi haft gagn og gaman af þessu. Takk fyrir.